Góðan daginn, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér eru samankomin í fundasal bæjarstjórnar í Mólan. Ég býð ykkur velkomin á 351. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hans þetta. Fundurinn tekin upp og sendur út í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Mér langar hérna til þess í upphafi fundar að nota tækifæri og bjóða nýjan bæjarstjóra, Jónu Arnýju Þórðardóttur, sérstaklega velkomna á sinn fyrsta fund. Hér í upphafi þá óska ég eftir afbrigðum frá boðaðri dagskrá. Það þarf að fresta lið 1 í dagskrá sem seinni umræðu ársreikning sem mun þá fara fram á næsta fundi. Og ég óska einnig eftir að takin fundargerð bæjarráðs númer 794 frá miðvikudeginum 12. apríl og þá liði sem að henni tengjast ef enginn veitir því andmæli. Svo virðist ekki vera, þá verður þessum liðum bætt við dagskrána til umfjöllunar og afgreiðslu. Og þá mun dagskrá fundarins í dag vera eftirfarandi: fundargerðir bæjarráðs númer 792, 93 og 794 og þær verða bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmæli. Fundargerðir íþrótt- og tómstundanefndar númer 115 og 116 sem verða þá líka bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmæli. Og fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 22. Síðan eitt mál undir liðnum almenn mál sem deiliskipulag Dalur Athafnasvæði. En nú göngum við til dagskrár og fyrsti liður eru fundargerðir bæjarráðs númer 792, 93 og 94 sem lagðar fram saman til umræðu og afgreiðslu. Og orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Formaður bæjarráðs Stefán Þór Eysteinsson beðið orðið. Gjörðu svo vel. Herra forseti, frú bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarritari. Ég vil eins og forseti bæjarstjórnar bjóða velkomin nýjan bæjarstjóra, hana Jónu Arnýju. Hann ekki farið fram hjá neinum og hún ekki beinlínis að taka við á auðvöldum tíma, en hefur staðið sig bara með mikilli prýði og ég hlakka mikið til áframhaldandi samstarfs næstu ára. Nú, umræða í bæjarráði og fundargerðirnar svo sem þær hafa óumflýjanlega tekið mikið mark af atburðum síðustu 2 vikna og höfum við þar verið í mjög góðu samtali við alla þá aðila sem hafa komið að bæði atburðum sjálfum og svo þessum eftirköstum sem við erum svo kljást við núna. Og ég held að það sé bara ágætt að byrja á því að hrósa því góða fólki sem við höfum verið í sambandi við, bæði verið í góðu samtali við þau og góðu samstarfi og við heyrum ekki annað en að íbúar í Fjarðabyggð séu ánægðir með þá aðstoð sem þau hafa getað fengið eins og í þjónustumiðstöðinni og það svo samleika sem hefur sanna gildi sitt síðustu 2 vikur og hefur bara verið unnin þar alveg gríðarlega góð vinna og eins og segi, þetta sé bara gott að hrósa því fólki sem hefur staðið málum þar og aðstoðað íbúa Fjarðabyggðar að kljást við þeim ýmsu mál sem hafa komið upp síðustu vikur. Já, og svona kannski í því samhengi bara vekja athygli á þeim íbúafundi sem verður á morgun haldinn í Neskaupstað í Egilsbúð kl. 5. Hann verður út í beinu streymi líka og verður síðan aðgengilegur öllum að fundi loknum eða fólk kemst ekki. En þarna að mínu viti gríðarlega mikilvægur fundur og ég held að sé líka mikilvægt að benda á það að þetta að öllum líkindum ekki eini fundur sem verður haldinn, ef verða fleiri. Það sem hefur komið einnig upp í þessum samtölum okkar við alla þessa aðila sem hafa verið að vinna í þessum eftirköstum eftir þessi atburði síðustu vikna að það þarf líka að hrósa hinum ýmsu sviðum sveitarfélagsins sem hafa verið að standa sig alveg gríðarlega vel. Framkvæmdasvið hefur komið allir hreinsun kringum svæðin sem hafa orðið fyrir einhver skaða og hafa gert það vel og fljótt og örugglega, þannig að þeir eru mikið hrós skilið. Síðan hefur líka mikið álag verið á fjölskyldusviði hjá okkur og sem ég hef heyrt
er að það ríkir gríðarlega mikil ánægja með þeirra störf og þau eiga bara mikil hrós fyrir og allir aðrir sem hafa komið að þessu starfi og sveitarfélaginu, þessi mikilvægt við hrósum þegar hlutirnir gerðir vel eins og hefur verið á síðustu og Svo vil ég aðeins koma inn á varnargarðana í Neskaupstað sem ég held að allir séu sammála að hafi svo sannarlega sanna gildi sitt í þessari hrinu sem átti sér stað fyrir 2 vikum. Og það er mikilvægt og ég finn ekki annað hér inni, það er mikilvægt að við í bæjarstjórn séum samstiga í því og séum sammála því að fjórði garðurinn í Neskaupstað, hann þoli enga bið. Og ég held að það sé mikilvægt að við gerum hvert og flokka öll, ég hef ekki heyrt annað á mínu samtölum við aðra kjörna fulltrúa, það er mikilvægt að við séum samstiga og gerum allt sem við getum til að koma þessum fjórða garði fyrst á dagskrá. Og eins og ég segi, ég held að allir séu þar og ég held að það sé mikilvægt að við séum samstiga í þessum máli. Fleira var það svo sem ekki fyrir mér í bili. Takk fyrir þetta Stefán. Heimir Snær Gylfason hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og það eru fundarmenn. Ég einnig bara aðeins yfir lið 2.1, ofanflóðahættu og snjóflóðin. Stefán er búinn að mæra ansi marga og sem er þarft að gera. Ég vil líka bara sérstaklega þakka björgunarsveitinni Gerpi fyrir skjót viðbrögð þennan dag sem að snjóflóðin féllu. Þetta var með ólíkindum að hafi ekki verið mannskaði og mikil heppni bara. Og ég þakka þeim einstaklingum sem að standa þeirri björgunarsveit fyrir það. Ég ætla ekki að mæra eins og Stefán er búinn að því, þannig að bara ég tek undir þau orð. En ég líka vil líka aðeins gagnrýna menn hafa verið kannski svolítið værukærir. Við hefum kannski ekki búið við mikla hættu að við heldum í svolítið langan tíma og menn hafa kannski aðeins gleymt sér á vaktinni. Þannig að boð snjóflóðahættu voru kannski ekki að skila sér nógu vel til þeirra sem að þurftu að fá þau. Og þarlandi voru íbúar þarna að fara að nátta nóttin áður án þess að hafa hugmynd þessa hættu sem var að byggjast í fjallinu. Einnig má líka taka fram að það var ekki bara ofanflóðahætta í Neskaupstað. Þetta var alltaf stór atburður þar og hinir staðirnir gleymast virðist vera aðeins í umræðinu. Það var næstu hver einasti byggðakjarni Fjarðabyggðar með ofanflóðahættu þessa daga fyrir páska. Og það er gagnrýnivert að það eru til dæmis engir að vakta Suðurfirðina. Það eru 2 starfsmenn á Veðurstofunni sem eru á vakt fyrir þá í ofanflóðum í Neskaupstað og Eskifirði og síðan er ekki fleiri að ræða. Og það tel ég að við ættum að laga. Einnig eru náttúrulega hætturnar misjafnar, þannig að þetta er ekki bara vetrarhættur. Við byrjum þennan vetur á töluvöru roki og endum hann á þessu hræðilega atburði fyrir páska. Og svo núna bara komið vor. En rigningar geta komið og valdið töluverum hættum í fjallinu hjá okkur. Og öllum byggðakjörnum virðist vera. Já, svo í samhliða þessu kom í ljós að samgöngur voru kannski ekki í lagi. Veðrið herjar á okkur í öllum landsfjörðunum og við komumst ekki lengra heldur en út úr göngunum á Fáskrúðsfirði og við komumst ekki lengra heldur en að gatnamótum til Egilsstaða í Reyðarfirði. Þannig að og svo náttúrulega eins og alltaf þá er Mjóafjörður alveg lokaður. Þetta er eitthvað sem þarf að endurskoða. Það þarf að endurskoða umræðuna samgöngur á svæðinu í ljósi þessa. Vegagerðin
þarf líka að huga að ofanflóðavörnum á þessum aðalæðum okkar. Við komumst ekki eins og að göngunum í Norðfirði vegna ofanflóðahættu. Þannig að ég held að þeir þurfa líka að endurskoða hættumötin sín og hugsanlega eitthvað varnir við gangnamönnum báðum megin. Og snjóflóðahætta, talin vera snjóflóðahætta líka Eskifjörðinu. Þannig að ég held að Vegagerðin þurfa að gera sér brók með það, að við komumst þá allavega í burtu. Það er ekki, við eigum þessi fínu göng, ekki lengur fjallveg að fara en samt var lokaður vegur. Og svo komumst við ekkert lengra. Því að Hólmahálsinn, það var fjallið ofanflóð, Reyðarfjarðarmegin Hólmahálsinn, það var talin það mikil hætta og mikil snjókoma og kóf í Fáskrúðsfirði að það vegir voru lokaðir þar og Fagradalinn var auðvitað lokaður eins og svo oft. Þannig að ég held að menn ættu líka að skoða hversu oft Fagradalur er lokaður. Þannig að já, við bara ítreka það, við þurfum að gera grein fyrir að við búum í þessu landi sem að býður upp okkur alls konar veður, hvernig sem er, sérstaklega við vettuna og vera betur undirbúin fyrir það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Heimir. Orðið er laust. Þuríður Lillý Sigurðardóttir hefur beðið málið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, kæru bæjarfulltrúar, starfsmenn. Tek undir með þeim sem hafa að tala hér. Bjóði hjartanlega velkomin, Jóna. Það verður hlökkum til að starfa með þér. Og svo langar mig að koma aðeins inn undir leið 417 og flóðahættuna. Það hefur margt komið fram hérna og kannski mest allt, en ég langaði bara að koma því til skila til íbúa að samstarfið okkar við bæði þjónustumiðstöð almannavarna, lögregluna og Veðurstofu og fleiri björgunarsveitarmenn og aðra hefur verið alveg óbúðslega gott og upplýsingagjöfin hefur verið mjög góð og ég held að það sé eitthvað sem að sé búið að hjálpa kjörnum fulltrúum og sveitarfélaginu að reyna að standa sig svona eins vel og við mögulega getum og það er ekkert sjálfgefið að upplýsingagjöfin sé kannski jafn góð og verið hefur en samstarfið er mjög mikið og þau eru búin að fara líka og næsta okkur vel með eftirfylgnina að þetta er líka mikilvægt að íbúar viti og að við erum ekkert þó að þjónustu miðstöðin loki þá er náttúrulega eftirfylgninni og eftirfylgni með fólkinu og andlegri líðan ekki lokið þannig að við erum áfram til staða fyrir alla þá sem þess þurfa og það er mikilvægt að fólk og allir finni það að utanumhaldi verður áfram þó að þjónustu miðstöðin hafi lokið sínu hlutverki og hvetjum alla til að hafa samband ef það er eitthvað. Svo er það bara íbúafundurinn á morgun og mér langar einmitt að brýna að það er að vera að tala um alla þá atburði og rýmingar sem áttu sér stað eins og Heimir kom inn á það var það náttúrulega í fleiri kjörnum og það verður farið yfir það á morgun. Þannig að ég hvet alla til að annarkvort hlusta á netinu eða mæta á fundinn og það verður farið yfir þær aðstæður sem sköpuðust í allri Fjarðabyggð. Svo er náttúrulega margt sem við höfum séð sem að er strax farið að hefja úrbætur á þannig að við eins og bara gefur að kynna í svona atburðum og þá er ýmislegt sem á betur fara þannig að við reynum bara að vinna hratt og örugglega í því að það komist í lag og svo tek ég undir með Stefánu og Heimi að það er alveg óbúslega mikið og gott starf sem starfsmenn og verktakar og björgunarsveitin hefur unnið og það ber að þakka fyrir það. Takk. Takk fyrir þetta, Þuríður. Elís Pétur Elísson hefur beðið málið, gjörðu svo vel. Ég langaði bara aðeins að koma upp og taka undir, forseti, bæjarstjóri, bæjarritari og kjörnir fulltrúar. Bjóða Jónu Árnýju velkomna til starfa og þakka til að starfa með henni næsta árum. Ég þakka undir það sem hér hefur verið sagt, en ég veit svona, og björgunarsveitina og þeir sem hafa komið að þessu öllu saman fyrir, verinu fyrir páska, að þakka þeim fyrir velinu starf. Aðeins vanandi samgöngur, þá finnst mér að Vegagerðin mætti horfa aðeins víðar á
samgöngur á Austurlandi. Breiðdalsheiði er örstuttur fjallvegur, það er mjög auðvelt að opna hana þegar að staðan er þannig að það sé ófært yfir Fagradal og það er margoft búið að benda á þetta í bara mörg ár. Þetta er, eins og ég segja, örstuttur fjallvegur, ég held að það tekið 3-4 klukktíma að opna hana þegar þetta var gert. Og þá hefði opnast leið til dæmis fyrir sjúkraflutninga og aðra flutninga frá Suðurfjörðunum og upp á Hérað. Þetta er mikilvægt, við erum ekki með eitthvað fínan flugvöll og enga læknir á Suðurfjörðunum sem er með fasta viðveru. Þannig að það er svolítið mikilvægt á sjúkraflutningum fólk að bera ábyrgð á þeim sem á svæðinu búa ef að samgöngur lokast og sérstaklega þegar það er mjög auðvelt að opna þær eins og var í óveðrinu fyrir páska. Það hefði verið að opna Breiðdalsheiði og tryggja þannig samgöngur úr Suðurfjörðunum og upp á Hérað og bæta þannig öryggi íbúa. En já, eins og áður, taka undir það sem hefur verið sagt. Það voru mjög margir sem stóðu sig vel í og það er alveg kraftaverk að það hefur ekki orðið mannskaði í þessum sem gekk á fyrir páska og þannig að það er vel gert. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Elísbjörn. Hjördís Seljan Þóroddsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fundargestir. Ég er bara svo erfitt að vera ekki alltaf upp í pontu eftir að nýr forseti tók við, þannig ég verði að koma upp og endurtaka allt það sem allir aðrir búin að segja, en Jón Árni, velkomin til starfa. Mikið sem ég hlakka til að vinna með þér. En ég ætla nú líka aðeins að fá að koma inn á fundargerðir. Þetta hefur náttúrulega verið tekið fyrir öllum fundargerðum Bæjarráðs að það er auðvitað bara ótrúlega mildi að ekki fór verr og aðdáunarvert að sjá bara hvernig samfélagið hefur bara tekið höndum saman á þessum erfiðu tímum. Og það er bara fyrst og fremst að þakka hvað mikið á góðu fólki sem býr hérna í Fjarðabyggð, sem er búið til þess að koma og gera það sem að þarf. Því að við sjáum það að í samfélaginu okkar það býr mikill kraftur og mikill styrkur og það sést svo sannarlega í ljósi atburða síðustu daga og vikna. Og bara líka ómetanlegt að finna þann stuðning sem við höfum fengið bæði hér í Fjarðabyggð og líka bara allsstaðar af landinu. Og ég bara tek undir orða allra þeirra sem hafa komið hérna upp og undan mér. Þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir og þeirra viðbragðsaðila sem hafa staðið vaktina í þessu hættu ástandi sem hefur verið að skapast núna síðustu daga og sjá bara hvað við hér í Fjarðabyggð eigum öflugar viðbragðssveitir. Það er náttúrulega alveg frábært og þær eiga bara allar þakkir skildar. Og svo bara vona ég að við fjölmennum öll á fundin á morgun og einmitt nýta sér að hann er líka í boði í streymi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hjördís. Jón Árni Þóroddsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, kjörnir fulltrúar, bæjarritari og aðrir gestir. Mér langaði að koma hérna upp og byrja á því að bara þakka fyrir hvað fólk er að taka vel á móti mér til starfa. Þetta voru sérstakar aðstæður að mæta sinn fyrsta dag til þessara starfa sem bæjarstjóri Fjarðabyggðar og það var þá í því hlutverki að taka á móti forsætisráðherra og ráðherra ofanflóðamála sem voru að koma og skoða aðstæður í kjölfar flóða. Síðustu 2 vikur hafa náttúrulega helgast mikið af vinnunni tengt þessari miklu samhæfingu sem þarf að eiga sér stað þegar menn fara í það að vinna úr svona flóðum. Og það er ekki einhver einn eins og þið eru búin að koma inn á hérna. Það eru þið öll sem eru búin að leggja gríðarlega mikið að mörkum í því að tengja fólk saman, horfa til þess hverju þurfa að koma að málum og að
virkja sem að hefur ekki staðið á. Það hefur virkjast bókstaflega allt samfélagið í að vinna úr eftirmálum þessa flóðs. Og það var svona áhugavert á bæjarráðsfundi í gærkvöldi þar sem við sátum með vel flestum aðilum sem hafa komið að samhæfingunni, hvað þau voru bara, svo ég sletti nú á ensku, imponeruð, hvað þau voru bara með mikla aðdáun yfir því hvað menn stóðu saman. Það var alveg sama hvað var beðið að þyrfti að gera, því var reddað. Það var gert og það var ekkert spurt og það stóðu allir að því. Björgunaraðilar, starfsmenn sveitarfélagsins, íbúar samfélagana, fyrirtæki, það er bara rosalega margir sem hafa komið að þessum málum. En það sem að þarf að huga í þessu að þetta er ekki búið. Núna er bara töluverð vinna ennþá framundan, þá eftir að byggja upp, þá eftir að fara í varnir, þá eftir að gera ýmislegt til að tryggja það eins og mögulegt er að svona gerist ekki aftur. Og ég sammála öllum ykkar sem hafa komið hér upp að á svona tímum finna menn hvað það er gott að búa í samheldnu samfélagi, þar sem að allir vinna að lausninni saman og reyna samhliða að passa upp á fólki í kringum sig. Og það er samfélagsins alls núna í Fjarðabyggð og víðar að huga að því fólki sem að er í sárum eftir þetta og það bara veit ég að menn munu gera eins og þeir alveg allra gera eins og þeir geta í þeim efnum. Þannig að ég fannst einhvern veginn, þetta var rosalega sérstakt, bara sem ég segi alveg sér, það var rosalega sérstakt að byrja í þessu hlutverki og svona fyrstu dagarnir og fyrstu 2 vikurnar snúast það að bara að vinna með þessum samtakamætti sem að býr í okkur og og ég er mjög þakklátt fyrir það að hvað þetta er hingað til að ganga vel og hvað það var mikil mildi, hvað þetta slapp fyrir horn og sögurnar sem að menn heyra og þið hafið heyrt bara sýna það. Þannig að en það er bara mikilvægt núna að varnarmannvirki og annað sem þarf að fara í framhaldinu sé farið í. Það er bara ekkert spurning neitt annað en það. Það er bara farið í það sem þarf að gera. Alveg eins og samfélagi fór í það að hjálpa til þegar þetta skeiði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Mér sýnist enginn vera að biðja orðið og þá ber ég upp til samþykktar fundargerðir bæjarráðs nr. 792, 793 og 794. Þau sem þær samþykkja vinsamlegast gefa merki. Fundargerðir bæjarráðs nr. 792, 793 og 794 eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er það næsti liður á dagskrá sem eru fundargerðir íþrótta- og tómstundanefndar númer 115 og 116 og orðið er laust fundargerðir íþrótta- og tómstundanefndar. Enginn hafa beðið orðið og þá ber ég fundargerðir íþrótta- og tómstundanefndar númer 115 og 116 til samþykktar, þau sem þær samþykkja vinsamlegast gefa merki. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Og þá erum við komin í næsta lið sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 22 og orðið er laust þá fundargerð. Þuríður Lilja Sigurðardóttir, formaður umhverfis- og skipulagsnefndar hefur beðið að gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að koma upp undir fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Það er eins og hægt að sjá mikið lóðaúthlutanir og umsóknanir og byggingarleyfi.
En ég ætla nú ekki að fara neitt sérstaklega ofan í það, heldur langaði mig bara að benda á mál 720 þar sem að var kynnt fyrir okkur fyrirhugað vinnu að deiliskipulagi fyrir Nes og Bakkagil og ég vildi bara koma hérna og ítreka að það mun ekki standa á okkur þegar það kemur að því að ráðast í framkvæmdir á 4. varnargarðinum í Neskaupstað. Þannig að við erum strax, eða okkar góði starfsmaður er búinn að hefja þessa vinnu. Markilega. Fyrir þetta og orðið er laust fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Mér sýnist enginn vera að biðja orðið og þá ber ég upp til samþykktar fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 22, þau sem hann að samþykkja, vinsamlegast gefa merki. Fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 22 samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og það er deiliskipulag Dalur athafnasvæði. En þetta er mál sem er vísað frá umhverfis- og skipulagsnefnd og síðar frá bæjarráði. Þetta er breyting á deiliskipulaginu Dalur athafnasvæði og breytingi var auglýst með athugasemdafresti til 20. mars og við breytingatillöguna barst ein athugasend frá Landsneti og í kjölfarið var gerð ein breyting á tillögunni eftir auglýsingu. En hún er að í kafla 4.3 var bætt við kveðum samráð og leita skuli heimildar til framkvæmda frá Landsneti á lóðum og svæðum í námunda við Neskaupstaðalínu 2. Og hér er þessi tillaga borin upp til samþykktar bæjarstjórnar og orðið er laust þessa tillögu. Þá ber ég upp tillögu að breyting á deiliskipulaginu Dalur athafnasvæði upp til samþykktar bæjarstjórnar, þau sem það samþykkja vinsamlegast gefa merki. Breyting á deiliskipulaginu Dalur athafnasvæði er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá erum við komin á enda dagskrár og það verður boðað til næsta bæjarstjórnarfundar með dagskrá þann 27. apríl næstkomandi. Ég þakka ykkur öllum fyrir fundasettuna og segi fundi slitið.